Þríðingurinn ABC er rétthindur með horni C jafnt og 90 gráður. Hér er þríðingurinn ABC og þetta er 90 gráða hornið. Reiknaðu í A-lið lengd hliðarinnar BC sem er þá þessi hlið hér. Í B-lið hæðin á hliðina C. Hæðin á hliðina C er þá þessi hlið hér merkt HC. Þessi grænbrotna lína hérna. Í B-lið, C-lið þá er það lengd á miðlínu á hliðina A. Miðlína er þá þessi M af A sem er þá blágræn brotalínan hérna. Og svo eigum við í D-lið að finna lengd miðferilsins á A og það er þessi rauða lína hérna. Sem sagt finnur miðjuna á þessari hlið hér á A-hliðinni og ferð beint upp, þannig að 90 gráða horn að ræða. Það er þannig að myndin er pínu flókin þegar þú horfir á hana. Við þurfum fyrir vikið að brjóta hana dálítið niður, það er að segja í parta. Byrjum átt okkur á því að við vitum þessa hlið hér, B-hliðina. Við vitum þessa hlið hér sem er C-hliðin, kallið líka AB. Við vantar þessa hlið hér, BC eða sem er líka kallið A. Ég gæti þá nota Pýþagóras til að finna þá hlið, vegna þess að það er 90 gráða horn í þessum þríðing og ég get þá fundið þessa hlið hér með Pýþagóras. Passa á því að þessar brotalínur eru kannski að flækja myndina dálítið, þannig að ef þú hugsar eins og til dæmis þú ætlar að vinna með þessa brotalínu hér, þá þarftu að ímynda þér að hinar séu bara ekki til. Og þegar þú ætlar að vinna með þessa brotalínu hér, HC, þá er ágætt að ímynda sér að hinar brotalínuna séu bara ekki til heldur, þess að þú ert að láta þær hverfa í huganum. Og þá áttu möguleika að sjá hvernig á að vinna með þessar línur. Við notum þá Pýþagóras í þessum dæmum eða hlutfallareikningin til þess að leysa þessi dæmi, A, B, C og D. En ef þú treystir þér til þess að halda áfram að eins bítur, þá skaltu stöðva myndbandi hér og reikna dæmið, annars birtist lausnin hér eftir augnablik. Byrjum á A-lið. Í þessu dæmi þá stendur hérna að þríðingurinn ABC er rétthindur með horni C 90 gráður. ABC þríðingurinn, hér er hornið C 90 gráður. Byrjum á að reikna lengd hliðarinnar BC, sem er þá þessi hlið hér. Þegar ég horfa á hana þríðing, þá ég þarf að ímynda mér að þessar brotalínur séu bara ekki til. Láta þær hverfa í huganum. Við erum ekkert að vinna með þær í augnablikinu, það skipta þá ekki máli. Ég veit þessa skamhlið hér og ég veit þessa langhlið hérna. Ég þarf þá að finna hina skamhliðina. Setjum upp Pýþagóras, önnur skamhliðin í öðru veldi pluss hin í öðru veldi er jafnt og langhliðin í öðru veldi. Setjum inn tölur, önnur skamhliðin er þá 28 í öðru veldi, hin er þá óþekkt, B í öðru veldi, jafnt og langhliðin 53 í öðru veldi. Flytjum 28 í öðru veldi yfir samsamerki, þá verður það mínus. 53 í öðru veldi er þá 2809, mínus 28 í öðru veldi sem er 784. B í öðru veldi er það jafnt og 2025 og ég þarf að losna við þetta annað veldi hérna á B-inu, þannig að ég tek kvadratrótina af B-inu en ég þarf þá að gera það sama hinum einn. Þannig að B-ið í Pýþagóras, önnur skamhliðin sem er þá hliðin BC, er þá jafnt og kvadratrótina 2025 eða 45. Þannig ég er búinn að svara A-liðnum hérna. Í B-lið þá erum við beðin að finna hæðin á hliðina C. Hæðin á línuna C er þessi brotalína hér. Láttu hina brotalínunar ekki trufla þig. Ítum þeim bara út, við erum ekkert að vinna með þær í augnablikinu. Ég er þá að vinna með þennan þríðing hér til þess að finna þessa hæð. Ég gæti nota þennan þríðing hérna frá hæðinni yfir í B, yfir í C og upp. En ég valdi að vinna með þennan þríðning hér. Ég veit jafn mikið í báðum þríðningunum, ég veit bara eina hlið
og ég valdi þennan bara vegna þess að hann fallegur. En að því ég veit bara eina hlið, þá get ég ekki nota Pýþagóras. Þannig ég verð að fara aðra leið og það hlutfallareikningurinn. Því sögðu til að við horfum á stóra þrýðningin A, B, C og þennan þrýðning hér litla, þá þetta einslaga þrýðningur, einslaga þrýðningar. Og tökum 90 gráð þarna í litla þrýðningnum, litum það gult. Í stóra þrýðningnum A, B, C þá 90 gráð þarna hér og litum það þá gult líka. Þetta horn hér A sama hornið bæði í litla og þessum stóra, þannig að ég lita það blátt. Eina hornið sem eftir sem ég lita rauðu þá þetta horn hér í litla og þetta horn hér í stóra. Þannig þetta eru þessi einslaga horn. Ég nota þá hlutfallareikningin, það er að segja, ég ætla að finna þessa hlið HC sem þá gulrauð í þessu litla þrýðning. Setjum það hér upp. Gulrauð í stóra öll þessi hlið hér sem ég var að finna. Hún 45. Það einu hliðar sem ég veit bæði litla og stóra þá þessi blárauða hlið hérna. Hún 28 í litla. Setjum það hér. En blárauð í stóra þessi AB hlið hérna sem 53. Hún þá komin hér. Margföldum í kross, 53 sinnum hæðin, það kemur öðrum megin, og 45 sinnum 28, það kemur hinum megin. Nú klárum að reikna út 28 sinnum 45, það 1260, þannig að ég með 53 sinnum hæðin jafnt og 1260. Ég þarf þá að losna við þetta 53 hérna, þannig að ég deili með því og gera það báðum megin. Þá dettur þetta 53 út og verður að einum, þannig að hér stendur 1 HC jafnt og 1260 deilt með 53 eða 23,77. Þannig að ég þá komin með hæðina. Í C-lið ég beðin að rekna lengd miðlínu á hliðina A. Miðlínan þessi hlið hér, þessi brotalína hér. Og passaði á því að þessa brotalínu hér, þessi hæð og þessi miðferill, við þurfum að bara láta það hverfa. Þeir eru ekki partur af dæminu í augnablikinu, þannig að við þurfum að útiloka þær línur. Nú, þegar við horfum á þennan þrýðning hér sem ég lita rauðu, þá 90 gráð horn hérna. Ég þarf alltaf 90 gráð horn í þessa þrýðninga, þannig ég verð að velja þennan þrýðning núna til þess að finna þessa miðlínu. Og það vill hann til að í þessum þrýðning sem ég litað, þá veit ég tvær hliðar. Ég veit AC, hún 28 og í rauninni veit ég þessa hlið hér því að þessi punktur hérna á M af A, hann á miðri línunni BC og ég var búin að finna BC var 45, þannig að helmingurinn af 45 22,5. Og að því ég veit tvær hliðar, þá var ég náttúrulega að fara að nota Pýþagóras, þannig að ég setur Pýþagóras, skamhlið í öðru veldi pluss hinn skamhliðin í öðru veldi jafnt og langhliðin í öðru veldi. Setjum inn tölur, ég veit báða skamhliðirnar, 28 í öðru veldi pluss 22,5 í öðru veldi. Það gefur mig 784 pluss 506,25, leggjum það saman. Þá fæ ég út að ég með 1290,25 jafnt og langhliðin í öðru veldi. Hún hefur ekki breyst ennþá, hún ennþá í öðru veldi. En ég þarf að losna við þetta annað veldi. Þannig ég gerir kvadratrót hérna hægra megin og ef ég gera öðru megin þá þarf ég að gera sama hinum megin. Gerir kvadratrót þar. Þá fæ ég út að langhliðin sem M af A jafnt og kvadratrótin á 1290,25 eða 35,92. Þá það miðferillin, finnum lengd hans, miðferilsins á hliðina A. Það þessi rauða brotalína hér og enn aftur við þurfum að hugsa þessar hina brotalínunar út úr dæminu, við erum ekkert að vinna með þessar brotalínur, þá skipta það ekki máli við ýtjum þeim út úr huga okkar. Við erum að finna þessa hlið hér og við þurfum þá að vinna með hana þrýðning hérna og þegar ég skoða hann þá veit ég bara eina hlið. Ég veit bara þessa hlið hér, hún 22,5, hún helmingurinn af 45. Þannig að
að því ég veit bara eina hlið, þá verð ég að fara hlutfallareikningin. Þannig að ég lita hornin, gulu hornin eru 90 gráður hjá mér, bæði litla og þeim stóra. Ég veit allt um þennan stóra, þannig ég nota hann sem hjálpartæki til að finna hliðarnar í litla. 90 gráður hornin eru gul hjá mér, bláa hornin er það sama í báðum þríhyrningunum, þannig að ég lita það er þá blátt. Og eina hornið sem er eftir er þá þessi rauðu horn, þau hljóta þá að vera eins líka. Þannig að ég ætla að finna þennan miðferil sem er þá rauðgula hliðin hér. Setjum það hér inn. En hver er rauðgul í stóra? Jú, það er þessi sem er 28. Stillum henni upp á móti miðferlinum. En hvað er tvær hliðar veit ég í báðum þríhyrningunum? Jú, ég veit þessa blágulu hlið hérna í litla, hún er 22,5. Og blágulu í þessum stóra er þá öll þessi hlið hér eða 45. Þannig hér eru þær tölur komnar inn. Margföldum þá í kross, 45 sinnum n af a, það er 45 sinnum n af a. Hinum einn kemur 28 sinnum 22,5, hér er það mætt. Reiknum þá út og ég fæ þá út að það er 630. Þannig að jafnan er orðin 45 sinnum n af a er jafnt úr 630. Ég ætla þá að losna við þennan 45, þannig að ég deili með honum og gera það báðum megin. Þannig að hér stendur eftir 1 n af a er jafnt og 630 deilt með 45 eða 14.